Leikhópurinn Sokkabandið sýnir verðlaunaverkið History eftir Kristínu Einarsdóttur í menningarhúsinu Hofi á Akureyri á föstudags- og laugardagskvöld. Þetta er ísköld hversdagskomedía eins og segir í kynningu. Þegar N4 var í Hofi var verið að setja upp leikmyndina. Verkið var sýnt í Borgarleikhúsinu og fekk góða dóma og viðtökur. Þetta er verk 3 konur sem voru bestu vinkonur á unglingsárunum. Og karakterinn minn Dagný kallar þær til fundar og sendi þeim skilaboð á Facebook. Þær hafa ekki talað saman í mjög langan tíma. 20 og eitthvað ár. 20 og eitthvað ár. Já. Verkið gerist á einu kvöldi. Það flakkar fram og tilbaka í tíma. Og þetta er svona, hvað ég segja, tilrauna uppgjör. Já, þeirra. tilrauna uppgjöri. Já. Er þá einkalífið á einhvern hátt í mólum hjá okkur? Það er í algjörum mólum. Já, það er vægast sagt. Nei, það er sem sagt, eru æskuvinkonur og þegar eru 15 ára gamlar þá er sem sagt, verður þessi atburður í þeirra lífi sem verður til þess að þær hætta að tala saman. Það er eiga leyndamál. Já, það er eiga leyndamál. Og einmitt, og þetta er svolítið það hvernig fólk dílar, ef ég má dílar við sársauka og áföll og og við fáum að sjá þessar 3 konur hvar eru staddar í dag og hvernig þeim hefur svona gengið og hvernig það er ná að tengja og kannski aðalmarkmið þeirra er að hreinsa. Og þær hafa allar farið dálítið í sitt hvora áttina. Karakterin sem ég leik Begga, hún er til dæmis heimilislaus og býr á götunni en Lilja, hún er svona allavega á yfirborðinu eins og hún sé í góðum málum, en það er nú kannski ekki alveg Nei, það er ekki allt sem sýnist, sko. En ég held að sko það sem við upplifum þegar hún var að leika sýningunni. Og Dagný bara fyrir þegar er með allt á hreinu og hún er aðjúnkt í háskólanum. Að hún heldur. Að hún heldur. Svo mín megi fá að segja. En áhorfendur, ég finna þeir svona, geta þeir mátað sig við einhverja persónuna? Alveg ekki spurning og með það sem kom mér mest á óvart bara ég gleymi ekki í frumsýningapartíinu að því þú veist, við erum 3 konur að fjalla að einhver leitum úlingsár og en aðalega okkur sem fullorðnar að það sem kom mér mest á óvart í frumsýningapartíinu voru eldri kallmenn sem að komu upp á mér og sögðu og þakkuðu kærlega fyrir að hvað þeir tengdu líka mikið af því við höfum öll verið úlingar það þekki allir sársaukan við að vera úlingur og stefnuleysið og allt þetta sem fylgir því að vera úlingur. Þannig að þetta er í rauninni bara frá, þú veist, úlingsaldri upp í 100 ára. Já, þetta er allir að geta tengt við þetta. En það sem að viljum líka segja er að þetta er mjög komist og það sem að er svo flott við dramatík er hvað hann getur verið fyndin og við reynum að finna, eða þú veist, við fórum þá leið, þannig að þetta er líka Það er alveg hægt að hlæja þessum konum líka, sko. Já.